Já, ég held að hún ætlaði að gera eitthvað grín úr þessu því að við vorum nefnilega búin að skiptast á tölvupóstum þar sem hún kallaði mig Eyrún og ég búin að leiðrétta það. En ég heiti semst Eydís og frá Landmælingum Íslands þess að koma fram og þennan fyrirlestur skrifaði hann Hafliði með mér sem samstarfsmaður minn og hann hérna í salnum þannig að þegar við svörum spurningum eftir þá ætla ég að hafa hann svona mér við hlið. Þessi fyrirlestur hann kemur skemmtilega á eftir fyrirlesturinn sem var áðan svona Smart City hérna í Reykjavík og ég ætla að fara aðeins yfir landupplýsingar og hvernig þær eru og hver staðan á þeim á Íslandi í dag. Þannig að ég ætla aðeins að draga svona fram svona projekt sem við vorum í með umhverfisráðuneytinu en líka svona fjalla kannski svolítið almennt það. Nú, fyrir þá sem eru kannski ekki alveg inn í landupplýsingageiranum, þá ætla ég aðeins að útskýra fyrir ykkur hvað landupplýsingar eru, svo að þið sitja ekki í 20 mínútur og viti ekki neitt hvað ég að tala, sko. Þetta eru upplýsingar sem hafa staðsetningu og eru hlutir eins og mannvirki eða vegir eða hlutir sem hafa einhverja tilköllun í til dæmis sveitafélag, heimilisfang eða eitthvað slíkt. Oftast þetta auðvitað með hnitum, en svona til einföldunar enn frekar þá kannski má segja við ykkur bara landupplýsingar, þetta eru bara svona kort á tölvutækjaformi. Þannig að þetta skilja allir. Og þá ætla ég aðeins að snúa mér að aðgengi að landupplýsingum. Hvað þýðir aðgengi að gögnum? Það þýðir auðvitað mjög mismunandi. Það getur verið persónlegt hvað maður finnst vera aðgengi að einhverju. Við erum kannski með eitthvað sem eitthvað segir, já, þú getur alveg fengið þetta hjá mér, þú bara sendir mér tölvupóst og ég gref eftir þessu hérna og spyr eitthvað og svo sendi ég þér tilbaka. En við skulum skoða smá aðgengi að landupplýsingum og hvernig það líta út. Hér dæmi kort af Kirkjubæjarklaustri. Það Kirkjubæjarklaustur þarna uppi og á þessu korti í rauninni ekkert rosalega margt. Þetta kort sem er alveg nægjanlegt fyrir mjög marga. Svo skulum við kíkja á kort af Kirkjubæjarklaustri frá Landmælingum Íslands. Þar hafa verið bætt inn svona auka lög. Þarna áhersla greinilega á vegi og yfirborð lands. Ef við förum síðan inn á já.is, þá sama svæði með svona áherslu á staðsetningu mannvirkja, en það eru þeir að gefa upplýsingar hvar eitthvað staðsett ef þú ætlar að hringja þá. Og þarna líka áherslu á svona framsetninguna, þetta sé svona falleg kort. Ef við förum síðan inn á map.is, þá áherslan þar á sama svæði á að hafa myndkort undir, með aðgengi að því. Þannig að þetta í rauninni birtingarmynd landupplýsingar sama svæði getur þá verið mjög mismunandi bara eftir því hver setur þær fram. Og margir telja sig hafa leyst málið aðgengi með því að birta þau á kortasjá. Þá má kannski velta fyrir sér, þetta gott aðgengi að gögnum? Vissulega þetta gott aðgengi, í flestu tilfellum þá þjóna slíkt aðgengi flestu notendum. Það engin efast það að það mikilvægt auðvitað matreiða upplýsingar ofan í notendur, allavega svona meiri hlutan af þeim og þannig að við séum að sýna fólki það sem það að leita af og jafnframt að sýna gögnin eins og gagnaeigendurnir telja best að sýna þau. Huga þó þarf að því hvort upplýsingarnar séu læsilegar, til dæmis í brásurum, öllum brásurum, eru þær læsilegar í snjalltækjum og þegar ég opnaði eina af þessu kortasjám að þá lenti ég þessu. Ein örlítið melding sem þessi, hvað stendur þarna? You need to upgrade your flash player. Svona melding nóg nefnilega til þess að venjulegt fólk, ég líka bara venjulegt fólk, nenni ekki að standa í þessu og fer eitthvað annað. Og hvað þá notendur sem að vilja nota gögnin með öðrum hætti, heldur en það sem að þessi vefsjá að mata ofan í mig? Hvað með þá sem að vilja til dæmis gera greiningar á gögnunum?
Það eiginlega ekki hægt að tala aðgengi að gögnum nema að tala þetta buzzword frá því í fyrra, þessi 4. iðnbylting. En það samt kannski mjög mikilvægt að huga að því að í 4. iðnbyltingunni þá verið að tala aðalhlutina aðgengi að gögnum. Það að segja að gögnin séu opin, það sé hægt að tengja þau og að það sé auðvelt aðgengi að þeim. Og það líka mikilvægt að hafa í huga að árið 2016 þá var í fyrsta sinn fleiri tölvur sem leituðu eftir gögnum á internetinu heldur menn. Og bara eftir 2 ár þá kemur hlutfall manna af þeim sem að leita eftir gögnum á internetinu bara til með að vera svona lítið. Þetta auðvitað útskýring á því hvers vegna þau gögn sem við erum að miðla í dag þurfa að vera læsilegu formi og opnu og aðgengilegu formi. Það nefnilega ekki séns að einhver tölva sé að fara að senda þér tölvupóst og biðja að senda sér tilbaka einhverja skrá sem á C-drifinu þínu. Það ekki þannig. Þetta þarf að vera aðgengi sem hratt, öruggt og líka staðlað. Og það þetta staðlaða aðgengi sem gerir það að verkum að það sé hægt að lesa upplýsingar beint af tölvunum. Ok, en við á Íslandi, við þá með puttan á púlsinum? Við í þessu staðlaðu umhverfi? Segjum sem svo að mig langi til dæmis að fara að veiða og ég vil fá upplýsingar hvar helstu veiðilendur rjúpunnar Segjum sem svo að ég vil líka vita að ég sé ekki inn á friðlandi. Hvernig get ég fengið þessu upplýsingar? Þær til? Eða eins og var verið að tala áðan sjálfkeyrandi bíla. Hvernig get ég farið til Akureyrar á sjálfkeyrandi bíl? Hvaða upplýsingar þarf? Það þarf nákvæmt staðsetningakerfi. Bíllinn þarf að vita nokkurn veginn hvort ég sé á vegi eða ekki. Og hann þarf líka að vita ýmsa aðra þætti. Til þess að hægt sé að gera þetta allt saman, þá þarf einhver að hafa aflað þessara upplýsinga, samtengt þær og staðlað og veitt mér aðgengi að þeim. Það að segja, sett mig inn á þessa beinu braut. Að því að flesti notendur kortaupplýsinga á netinu, þeim bara alveg sama. Hver kom með þær eða hvernig þær þannig í einhverjum gagnagrunnu bakvið. Þau vilja bara fá aðgengi að þeim núna. Og eins og kom fram í morgun, aðgengið á að vera á 2,1 eða eitthvað sekundu. Þessi 14 ára hann betri að muna tölur heldur en ég. Jæja. Segjum sem svo að það sé búið að þessu öllu, það sé búið að samtengja þetta, þá velti ég fyrir mér, og þetta þá ekki bara fínt? Nei, það nefnilega þannig að það einn þáttur í þessu sem við erum ekki ennþá farin að tala það þessi mannlegi þáttur. Það nefnilega oft hann sem miklu meiri hindrun í aðgengi af upplýsingum heldur en tölvurnar eða tæknin. Skulum skoða þetta aðeins áfram. Árið 2007 þá var sett reglugerð í Evrópu. Þetta var í kjölfar flóða sem voru eftir aldamótin 2000 og þessi flóð voru í Evrópu og flæddi yfir mjög mikið af löndum og þið kannski kannist við þetta úr fréttunum. Í kjölfar þessara flóða þá var reynt að huga því hvernig mætti koma í veg fyrir að ekki að flóðin endurtæki sig, heldur koma í veg fyrir eignartjón að jafnmiklu magni og í þessum flóðum. Það nefnilega þannig að flóð, þau ekkert að spá í hvort að þessi landamæri eða ekki. Þau bara flæða þess að þau eru. Þess vegna þurfti Evrópusambandið að fá upplýsingar það hvar flóðafarvegir voru, hvar byggð var og ýmislegt annað svo sem upplýsingar gróður sem heftandi fyrir flóð. Það var algjör kaos í gangi og Evrópusambandið setur sér þessa tilskipun og þessi tilskipun kallast Inspire. Hér á Íslandi hefur Inspire tilskipunin verið gild síðan 2011 og þetta meginreglur tilskipunarinnar. Og það svolítið mikilvægar vegna þess að þær segja gögnu skal einungis safnað einu sinni. Ok, nokkuð clever, við skulum ekki borga margoft fyrir þetta sama. Gögnu skal haldi við þar sem hagkvæmast Ok. Einfalt yfirlit verði búið til yfir bæði gögnin og þjónustunnar sem veita aðgengi að þeim. Það segja lýsigögn. Gögnin á að nota frá upprunastað sínum. Og
tryggt á að vera að hægt sé að nota gögnin frá mismunandi samhengi. Þetta reglugerð sem er í gildi og lög hafa verið sett á Íslandi grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar. Þessi lög ná til allra opinberra aðila. Í tengslu við þetta þá fórum við í verkefni með umhverfisráðuneytinu árið síðasta vor 2017 og fórum að huga því hvernig við gætum aflað upplýsingar. Það var nefnd á vegum umhverfisráðuneytisins sem ætla að fara í að gera aðgengi eða sem sagt ætla að ákvarða hvort að það ætti að gera þjóðgarð á miðhálendinu. Þessi nefnd þurfti að fá upplýsingar hver staðan væri á miðhálendinu. Við vorum fengin til að hjálpa þeim að afla gagna fyrir þau og birta þau. Þetta var svona svolítið eins og að vera með tannhjól, svolítið eins og að vera með tannhjól sem vantaði svolítið að tennum í. Það gekk svolítið smurt og svo allt í einu skrapp það til og varð svona einhvern veginn hægt og rólega ekki að neinu og svo allt í einu fór það í gang aftur. Á endanum var til hjá nefndinni miðhálendið, eða stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu, skýrsla sem ansi hreint ágætt. Ég ætla ekki að segja ykkur frá henni, þið getur bara að skoða hana seinna. En ég ætla að segja ykkur nákvæmlega hvaða ferli var í gangi hjá okkur og hindranir. Fyrst skulum við samt velta fyrir okkur nýjum notendum. Þarna vorum við með fólk stjórnsýslunar sem ekki voru vön að vera með kortaupplýsingar. Við vorum líka með stjórnmálamenn og ýmsa aðra. Númer 1. Stjórnmálamenn eru ekki vitlausir. Eru ekki allir vitlausir. Þetta svona faktum sem ágætt að vita vegna þess að stjórnmálamenn eru annars þokkalega vel gefið fólk og fljótt að tilhanga sér nýjar lausnir og geta auðveldlega lært að nota landupplýsingar. Númer 2. Við verum átt okkur á því að fólk talar ekki sama tungumál og við. Við tölum svona tæknimál og það skilur ekki af hverju þetta mannvirki og samgöngur en ekki hús og vegur sem dæmi. Við þurfum líka að átta okkur, við sem erum að vinna með landupplýsingar, að kortahnit ekki almenn þekking manna. Þannig það að fólk getur verið með kort í mjög mismunandi vörpunum svo kallar og skilur ekkert í því af hverju upplýsingar passa ekki saman. Þetta þarf að útskýra og það þarf að gera ráð fyrir þessu með nýjum notendum. Jafnvel þeir sem eru með gögnin og bjúkuðu til vita ekki hvaða vörpunum þeir eru. Það þarf að draga fram réttu gögnin. Það að segja, við fórum í vinnu með 14 stofnunum, 2 ráðuneytum og 1 opinberu hlutafélagi. Við leituðum að gögnunum, skilgreindum hvaða gögn myndi nýtast þessari nefnd sem við unnum með og það var gert með aðstoð ráðgjafahóps. Því næst var að finna gögnin, fá leyfi fyrir að nota gögnin og síðan að setja þau fram. Við urðum að vinna gegn svörum eins og gögnin mínir og flókin fyrir aðra. Það getur engin skiluðu nema ég. Eða ég get ekki tekið ábyrgð á þessum gögnum. Eða nei, þessi gögn ekki tilbúin. Það eru akkurat þessi gögn sem að geta hugsanlega nýst til þess að gera eitthvað stórfengilegt. En ef að maður horfir á þau frá einni hlið en ekki fleirum, að þá getum við lent í vandræðum. Við þurftum að aðstoða gagnaeigendum því að mikil vinna fólst í að einfalda gögnin, staðla þau og setja þau upp í vefþjónustur. Þau voru á mjög mismunandi formati og í mjög mismunandi kortavörpunum. Við þurftum að útbúa gögnin þannig að þau væru læsileg fyrir notendur og við þurftum að kenna nefndamönnum að nýta sér gögnin í veftóli en við notuðum til þess að allt open source hugbúnað og meðal annars veftól frá finnsku kortastofnuninni. Við urðum að skrifa lýsigögn fyrir öll gögnin og í mörgum tilfellum vissu gagnaeigendur ekkert gögnin sín og við þurftum síðan að tryggja það að veftóli sem við notum væri þannig að það væri hægt að nýta gögnin saman með öðrum gögnum. Ég sagði ykkur að við höfum nýtt til þessa hugbúnað frá finnsku kortastofnuninni.
Þarna vorum við í fyrsta sinn að nýta þennan hugbúnað en við höfum síðan nýtt hann fram til þessa og hann á vefnum í dag og lítur svona út. Þarna hægt að fara inn og sækja gögn frá mismunandi aðilum, opinberum aðilum, kortagögn inn í einum svona one stop. Það sem mikilvægt á þessu að þarna urðu við að þjónusta gögnin inn í vefþjónustunnar eða inn í þessa sjá. Sum gögn, eins og til dæmis þarna efst frá Ferðamálastofu, hins vegar strímað beint frá þeim. Þeir voru með svona fullt hús stiga. Við sóttum gögnir beint á server hjá þeim og erum að sýna þarna inni sömu gögn og þeir eru að sýna í sínum vefþjónustum. Öðrum stöðum þá fengum við gögnin send af C-drifinu, settum upp á server hjá okkur og serverum þau út fyrir þær stofnanir. Það ekki þannig sem við viljum hafa þetta til framtíðar, en svona sem millileik þá gerum við það þannig. Það sem líka mikilvægt að beint inn í þessari sjá, hægt að fara beint inn í lýsingagnagáttina og fá upplýsingar gögnin. Og sá hugbúnaður heitir GeoNetwork, open source og hann nýttur þarna til þess að samtengja og gefa notendum upplýsingar hvaða gögn verið með. Við höfum verið að nýta okkur þetta eins og ég sagði og inni í lýsingagnagáttinni sem þarna núna 200 skráð gagnasett. Þessi gagnasett hins vegar ekki öll aðgengileg inni í kortasjánni eins og við sjáum áðan og það einfaldlega vegna þess að stofnanir ekki nógu vel í stakk búnar til þess að miðla sínu gögnum eins og það eiga að gera. Fyrsta skrefið samt auðvitað að skrifa lýsigögnum þessu gögn og miðla þeim, þannig að við vitum þó allavega að þessi gögn eru til. Þarna inn í lýsingagnagáttinni hægt að leita eftir upplýsingum og það líka hægt að sækja þær upplýsingar beint inn í vefþjónustur fyrir þau gögn sem að það til. Slíkar vefþjónustur eru þá með slóðum inn á serverana og það þá hægt að peista þeim, eða kópía og peista þeim slóðum beint inn í það notendaviðmót sem þið eru með. Til dæmis cookies sem líka open source format, forrit, fyrirgeðu. Þarna líka hægt að nálgast þá beint aðgengi eins og inn til okkar hjá Landmælingum, inn á serverun okkar sem GeoServer, open source og þá getur notandinn valið þær þjónustur sem þið vilji nota. Þetta miðlað út á 2FMS þjónustum sem eru OGC-staðlar og í rauninni mikið notaðar fyrir landupplýsingar. Þannig að með þessum nýju open source hugbúnaða lausnum og með samvinnu við ýmsa aðila, þá gátum við núna sótt gögn og skoða þau frá þeim á einni sjá. Það ef að stofnanirnar veittu aðgang að því. Það var nefnilega þannig í þessu verkefni að þar gekk miklu betur að afla gagna vegna sem við lofuðum nefnilega að þetta væri bara að sjá fyrir nefndina og þú fengi bara lykilorð og það fengi engin annar að sjá það. Það mjög mikilvægt sko. Og stundum horfði maður á gögnum og segi, vá, hvað ætli sé svona leynilegt við þetta? En samt sem áður, þá þetta fyrsta skrefið. Og mögulega hægt að draga fram gögnin inn í læstarsjár til að byrja með. Þegar þessi gögn voru síðan öll komin þarna inn, þá var mjög áhugavert fyrir nefndina að skoða þau saman. Vegna þess að þegar þau voru lögð saman, og við skulum átta okkur á því að nefndin var að reyna að ákvarða það hvort það ætti að vera þjóðgarður á hálendi Íslands, að þá kemur í ljós að það bara ótrúlega mikið á hálendinu sem þegar undir einhverju vernd, fuglavernd eða náttúruvernd eða vatnsvernd eða ýmislegt. Og þegar þetta var lagt saman og nýtingin á hálendinu, á orkuauðlundum og þess háttar var sett saman, þá var bara svona, þetta ekki eiginlega bara tilbúið? En það sem kannski skipti mestu máli þarna var að þarna var búið að draga út gögnin og birta þau saman til þess að búa til verðmæti, til þess að hjálpa til við upplýsti ákvarðanatöku í þjóðfélaginu. Og þegar við hugsum landupplýsingar, þá verðum við líka aðeins að skoða hversu mikil áhrif þær eru að hafa allt í kringum okkur.
Það nefnilega þannig að við erum ekkert að fara að keyra einhverja sjálfkeyrandi bíla ef við vitum ekki hvar vegir eru. Eða ef við vitum ekki nákvæmlega hver staðsetningin þeirra með nákvæmu staðsetningakerfi. Í þessum 2 skýrslum sem eru frá Evrópusambandinu, önnur frá 2015 og hin frá 2017, eru 10, þannig saman 20 mikilvægt tæknifyrirbæri sem munu hugsanlega hafa áhrif á okkar mennina. Af þessum 20 ég allavega búin að sigta út mjög fljótt 7 sem eru tengdar landupplýsingum. Það að segja, þetta verður ekki til nema það séu til aðgengi að landupplýsingum og þær séu til í okkar samfélagi. Þannig að landupplýsingar eru að verða grunnupplýsingar sem hvert samfélag verður að hafa mjög góðar. Ættu við þá Íslendingar ekki bara geta verið best í heimi í landupplýsingum? Í rauninni ættu við held ég alveg að geta það. Það nefnilega þannig að við gerðum könnun árið 2015 og erum reyndar að fara af stað með aðra könnun meðal bara opinberra stofnana. Þá ég ekki að tala sveitarfélögin sem 74 eða eitthvað og bara fullt að gögnu þar. Meðal opinberra stofnana þá eru í rauninni ekki nema svona 400 gagnasett sem eru tengt landupplýsingum og falla undir þessa tilskipun. Þetta eru 400 gagnasett ef að allir bara myndu segja bara pólitísku vilja, við ætlum bara að fá þetta og allir á þessari UT-messu eiga að geta haft aðgang að þessu til þess að búa til eitthvað fantastic. Okay? Í dag erum við með skráð lýsigögnum tæplega helminginn og við erum með aðgengi í vefþjónustum að þessu gögnum fyrir svona 10%, einhver leys. En við erum að vinna þessu og þetta svona eins og hjá Þjóðskjalasafninu, ofsalegt langhlaup. En fyrst og fremst held ég að krafan þurfi líka að koma frá þeim sem eru að nota gögn í dag að óska eftir þessu gögnum og óska eftir að geta sóttar í vefþjónustur til þess að nota bara beint inn í eitthvað kerfi. Þá hérna nokkur mikilvæg skref fyrir okkur sem tæknimenn og sérstaklega fyrir þá sem ekki kannski eru vanir landupplýsingum. Númer 1. Landupplýsingar eru lykilupplýsingar til að vita hvar eitthvað er. Landupplýsingar eru ekki frábrugðnar öðru gögnum nema að þær hafa staðsetningu. Þetta bara svona kóði og svo XI líka með XI seta, stundum tími. Hægt að setja landupplýsingar í nánast alla gagnagrunna eins og Postgres, SQL, þar sem maður með Spatial Extend eins og PostGIS. Það hægt að veita aðgengi að landupplýsingum beint með stöðluðum vefþjónustum sem ég hef talað mikið á stöðluðu formi, 2FMS, 2FS og fleiri stöðlum. Þetta eru svokallaðir OGC staðlar. Það hægt að nýta open source hugbúnaðinn alla leið og líka í frontendanum eins og með QGIS. Lýsigögn eru nauðsynleg öllum þessum gögnum svo við vitum hvaða gögn við erum að nota. Til þess að við vitum nákvæmni þeirra og uppruna. Landupplýsingar eru afar mikilvægar. Ég bið bara að heilsa. Landupplýsingar eru afar mikilvægar til þess að sýna hvar eitthvað því að allt gerist jú einhvers staðar. Og það rauninni ekkert í þessu sem að hindrar okkur annað heldur en mikið mannlegi þátturinn. Við þurfum að tryggja það þegar að við erum að sýsla með landupplýsingar, afla þeirra og miðla, að við séum ekki að loka þau inni á setrifin okkar auðvitað, þetta vitum við öll, við erum búin að tala þetta í 20 ár, ekki heldur inni í einhverjum samningum við inni í lokuðum forritum eða hjá einkaaðilum. Við erum til dæmis að díla við það að reyna að fá aðgengi að gögnum en það þá einhverju þjónustu aðilar sem að segja nei, við erum hérna með samning upp á það að það má enginn fá þetta. En það eru hins vegar lög sem að það hafa tekið gildi. Þannig að þetta þurfa allir sem að miðla landupplýsingum að huga að. Nú, að lokum. Þetta svona kód sem að ég hef gaman af, en það semst ekkert sem að hindrar okkur í því að miðla landupplýsingum í dag. Það heldur ekkert sem hindrar ykkur í að nýta landupplýsingar
til þess að staðsetja þau gögn sem þeir eru með. Það hins vegar talsverður skortur á landupplýsingum á Íslandi í dag. Sem dæmi, það ekki til alveg öll eignamörk á kortaframsetningu í dag. Það eru til upplýsingar hæðalínur og vegi á Vestfjörðum, en það var reyndar unnið Ameríkönum 1952. Þannig að þó svo að það hafi ekki breyst rosalega mikið akkurat vatnafarið, þá nákvæmnin í þessu gögnum ekki endilega sú sem við óskum eftir í dag. Það þar leiðandi mikil krafa á stjórnvöld í dag að afla upplýsinga sem að nýtast öllum og við getum nýtt okkur. Síðan svara ég spurningum og tæknilega spurningar verður hann Hafliði með, hann verður svör við þeim og ég svolítið líka. Takk fyrir Hans.